Já, komið öll blessu og sæl og velkomin í 21 frétta umræðu þáttin okkar hér á þriðju degi framvindana sjálfsögðu ritstjórarnir. Það er Þórir Guðmundsson, fréttastjóri Stöðvar 2 og Árni Snævar sem var langt árabil fréttamaður á Stöð 2 og var á RÚV líka, erlendur þá fréttarittari. Og er búinn að vera út í Brussel í hvað 14 ár bráðum? Já, hann er starfað fyrir Sameinuðu þjóðirnar og ESB og fleira, þannig að þeir ætla að koma hingað. Og rýna í Brexit og belgísku átökin og frönsku átökin og óróan almennt í Evrópu sem er sumpart út af innflytjendamálum. Gulvestungana. Já, og svo ætlum við að fjalla klaustursmálið í lokin. Já, Sævar Helgi Bragason, hann ætlar að koma hingað, hann er að gefa út bók Svartholið. Þetta er fjórða bókin hans geiminn og svo er það líka verðlagseftirlit ASÍ. Þar verður okkur bent á að við getum keypt raforku á fleiri en einum stað. Á 7 stöðum. Já, akkurat, og það er verðmunur á raforkunni. Já, og gríðarleg verðmunur á milli landsbyggðar og Reykjavíkur. Já, og svo aðeins að fjalla leikföngin og það er sko 95% verðmunur á sumu leikföngum og Lego-kuppakassi er kannski sko 9.000 krónum dýrar á einu stað heldur en öðrum. Akkurat, en förum stuttlega það sem hefur verið í fréttunum. Það er, maður sér það er metfjöldi flugfarþega í nóvember, þetta sjáum við í Morgunblaðinu, en metmánuðurinn í ferðaþjónustunni. Og það horfir á fleiri ferðamönnum í desember en í júní 2015. Akkurat. Og þá er útlit fyrir hvað margir milljónir erlendra ferðamanna komið. Það er útlit fyrir að tæplega 2,35 milljónir erlendra ferðamenn kom til Íslands með flugi og Norrænu í ár. Já, það er fleira á blaðsíðu 4 og það eru veggjöldin. Þetta fer væntanlega inn í það breytingatillögu við samgönguáætlun. Og þetta er stóra heita kartaflan í pólitíkinni núna vegna þess að sko Reykjavíkurþingmenn benda á að þetta er bara skattlagning á höfuðborgarbúa á meðan til og með íbúar á Vestfjörðum, Tröllaskaga, í Fjarðabyggð, aka frítt í gegn og reyndar Hvalfjarðargöngin núna sem eru að fullu greidd frá speli. En eiga þá Reykvíkingar að borga skatta meðan aðrir þurfa þess ekki. Á móti kemur að það náttúrulega er dýrara að borgarhátt að búa út á landi með það sem gengur og gerist í Reykjavík, það sem er miklu betra aðgengi að allri þjónustu, þannig að kannski jafnir þetta bara flutin út. Já, ég veit það ekki, en þetta er allavega að koma tilfæðilega seint fyrir áramót. Jón Gunnarsson sem er formaður samgöngunefndar núna og hann vill klára þetta fyrir áramót, en það sér maður kannski ekki alveg fyrir sér gerast. Jón er mikil veggjaldamaður. Hann er mikil veggjaldamaður, Sigurður Ingi búinn að kaupa þetta, eins og maður segir. Akkúrat. Þannig að sjá kannski hvernig þetta fyrir að framkallast með afstöðu annar þingmanna. Og veistu það, mér finnst það virðingavert hjá Sigurði Inga að bara skipta skoðun í þessu. Það er allt of fáir stjórnmálamenn sem skipta skoðun. Já, hann var svolítið lengi til, en síðan er hann kominn á svipuðu skoðun og Jón Gunnarsson sem er fyrrverandi samgönguráðherra. Svo er það líka skemmtilegt þetta viðtal við Halldóru Geirharðsdóttur. Hann leikur Höllu í Kona fyrir stríð og hún var á Bylgjunni í morgun, og Jodie Foster ætlar að endurgera myndina, hitti Benna þarna víst eitthvað úti og dýrkar Höllu og Halldóru Geirharðsdóttur og Þetta er upphefðu utan. Og Halldóra segir, Jodie Foster, hana langar að vera ég. Og svo hugsaði hún líka að henni finnist svo skemmtilegt að Jodie Foster ætlaði að leika á Höllu af því að hún er svona eina sem hún sagði svona, sem ég sagði fyrir mér að hefði getað valið þetta, sem er ekki svona kynbomba og er ofsalega ánægð. Jodie vill vera ég. Setning dagsins. Já, algjörlega. En við ætlum að fara núna í það sem er alltaf á þriðjudögum hjá okkur. Það eru ritstjórarnir Þórir Guðmundsson, fréttastjóri á Stöð 2 og síðan er það Árni Snævar sömuleiðis. Þeir þekkja erlendumálin vel, fylgjast vel með, Sigmundur Ernir tekur við. Þá eru ritstjórnir að rifa munnin og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar. Við ætlum aðeins að vera í útlöndum, tala Brexit, sumir segja að breska ljónið sé eins og stungin grís þessa dagana. Við ætlum að spá líka í lætin í Belgíu, Frakklandi og óróan almennt í Evrópu sem sumpart stafar af innflytjenda vandanum, eigum við að kalla það, eða eigum við að kalla þetta bara einfaldlega innflytjenda mál. Og svo ætlum við að koma við í lokin á klaustursbarnum og fá kannski eitt vaskglas eða svo. En hjá mér komur vakt af Stöð 2, Þórir Guðmundsson, fréttastjóri Stöðvar 2 og Árni Snævar, fréttamaður á Stöð 2 löngum og búsettur út í Evrópu síðustu árin og sá sem hér er sömuleiðis gamall hundur af Stöð 2. En byrjum á Brexit. Theresa May lifir hverja vikuna á annarri, þrátt fyrir allt og það er að spyrja
Í hvað stöðu Bretland núna? Þórir... Bara í alveg hrikalegri stöðu. Já, þetta er sko, ég kann ekki orðið verið þetta. Nei. Þeir náttúrulega komu sér í þessa stöðu með þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það eru mjög margir í Bretlandi sem verða að segja við ættum aldrei að fara í þjóðaratkvæðagreiðslur. Þingmenn eru kjörnir til þess að taka ákvarðanir. Og nú geta þeir ekki tekið inn ákvörðun í nokkra átt vegna þess að þjóðin búin að taka ákvörðun fyrir þá. En á hvaða grundvelli tók hún þessar ákvarðanir, þessa ákvörðun um að fara út. Það var á grundvelli loforða að það kæmi fullt af peningum aftur til Bretlands. Það myndu engir innflytjendur koma til Bretlands. Svo þegar á hólminn komið, þegar þau þurfa að semja við Evrópusambandið það að viðhalda viðskiptakjörum, að þá kemur bara í ljós að allt hitt, að það undirstaðan fyrir því að þeir haldi þessum viðskiptum. Það er að segja þeir geti átt þessi viðskipti milli landa, helst án tolla, án þess að vörurnar séu eitthvað sérstaklega skoðar eins og þeir gert þegar þeir verða að senda þær til annara heldur en Evrópusambandslanda. Þannig að það byggir allt á þessu í fjórfrelsinu sem við þekkjum svo vel. Já. En sko, maður heyrði á almenningi í Bretlandi, hann í svolítið sjokki, hann hélt þetta færi auðveldara í gegn. Hvernig horfir þetta við þér, Árni, hinum megin Ermarsundsins? Sýnist mönnum þar að Bretar hafi haldið þeir fengu bara allt upp í hendurnar þrátt fyrir slitin? Já, það alveg greinilegt að þeir heldu það. Ég held að þetta sé bara nokkuð góð lýsing, ég hef kannski ekki svo miklu að bænda hjá ykkur tveimur, að það nákvæmlega það. Þeir held að þeir fengið sko allt fyrir ekkert eins og satt hérna eina tíð. Og það líka, en það auðvitað, það skulum ekki gleyma því að það algjör fyrra að menn vilji láta Breta sæta einhverjum aðalkostum. Það sem menn skilja kannski ekki í Brussel alveg, það þetta að þeir sögðu, við viljum fara út úr Evrópusambandinu, og Evrópusambandið getur ekkert sagt í því, það er þeirra val. En þeir vilja samt vera inni, sko, og meira að segja þá hefur málsmetandi bresk þingkona lýst furðu sín á því að þeir fá ekki að hafa þingmenn á Evrópuþinginu, þó að þessi farnir en vandamáli það. Þetta eru Bretar. Já, en það sko vandamáli kannski það að það hefur verið, breska pressan hefur alveg stöðugt hamrað á Evrópusambandinu og kennt Evrópusambandinu allt mögulega. Það hafa breski þingmenn líka gert, það er mjög þægilegt að segja, við erum ekki yfir þessu, þetta allt saman. Þetta stundar hér og víðar. Og þetta stundar alls staðar, bara auðvitað hjá þeim. En það ótrúleg vanþekking og áhugaleysi á Evrópusambandinu sem að koma í ljós að ég tel mér nú engan sérfræðing þannig séð í Evrópusambandinu. En maður kemur svolítið á óvart stund þar sem maður bara horfir á BBC og það bara algjör fyrra sem borin á borð. Þannig að það ekkert skrítið kannski að þetta sé svona. En það komist þér upp með alls konar blekkingar í aðdraganda kosningana, það var logið upp í þjóðina í stórum stíl. Já. Sérstaklega þetta, það var til dæmis þetta með að, ég man ekki voru 300 milljónir punda eitthvað svoleiðis sem var á viku, sem var þessu strætó sem keypti þarna og það tala sem sko brúttótala og það ekki talað að sko ég man ekki helmingurinn hvað það og sennilega miklu meira en það. Kemur bara aftur til Bretlands í formi til dæmis segjum í rannsóknum eða í eitthvað á landbúnaðinum, minni Bretland en í þess annan stað og svo framvegis. Þórir, sko versta sviðsmyndin fyrir Breta og í rauninni þar með fyrir Evrópu, hver sýnist hún geta orðið vegna þess að það jú sko hagsmuni Evrópusambands líka að breska hagkerfið býð ekki hnekki. Já, versta sviðsmyndin sú sem allir óttast sem að þeir bara verði of seinir. Þannig að í endan á mars að þá séu þeir komnir út úr Evrópusambandinu og þá þarf bara að setja upp tollamúra alls staðar, þar á meðal á Norður Írlandi gagnvart Suður Írlandi, gagnvart Írlandi sem mjög viðkvæmt og það svona það versta sem getur gerst og menn að tala sko mörg prósentustig sem að sko þeir missi í hagvexti. Þannig að það getur orðið mjög slæmt fyrir Breta, en það líka slæmt fyrir Evrópusambandið, þannig að það vilja allir ná samningi, en það svo margir hagsmunir á breska þinginu líka, að það ekkert víst að það náist. Það ekkert víst að menn segja á endanum, já þetta nú kannski besti samningurinn. Enda var það þessna sem að Theresa May ákvað að fresta atkvæðagreiðslu vegna þess að menn myndu ekki samþykkja. En það verður ekki snúið við. Það eru margir búin að gæla við þá tilhugsun að þeir geti snúið við. Evrópudómstóllinn náttúrulega með sína ályktun í þá veru að þingið geti svona fóstra þá kenningu. En það verður ekki snúið við. Já, þeir geta tekið
aftur article 50, þar að segja 50. greinina sem að er svona úrsagnargreinin, þannig að þeir geta hætt við nánast skilst mér hvenær sem er á næstu 3 mánuðum. Sem að breska stjórnin barðist með kjafti og klóm gegn því að mega. Það er svo merkilegt. En sko tilfinningin Árni, bara að tala þess að manneskja hinum en frá Ermarsundinu, sko, er svekkels í Evrópusambandinu? Finnst fólkin á meginlandinu, Bretar vera svolítið að eyðileggja þetta tákn sem Evrópusambandið er, þetta einingartákn Evrópu? Já, þeir gera það, en þetta er svo löng saga og Bretar hafa alltaf verið svo hálfvolgir í þessu samstarfi að þetta er svolítið svona tvíbent vegna þess að öðrum það eru menn fegnir að losna við það vegna þess að þeir hafa aldrei verið heilir í þessu samstarfi og verið mjög erfitt að þeir hafa hlaupið upp í fangið á Bandaríkjunum og án nokkurra sérstakra ástæðna heldur bara vegna þess að þeir telja sig hafa sérstakt samband við Bandaríkjunum. Það held ég að þetta eiginlega ekki nokkur manni í hug lengur halda því fram. Ég ætla að nefna sem dæmi bara ganni, þetta er algjörlega handahófi, en í þessum ævisögum Trump sem maður hefur verið að lesa, sem að hafa komið út 2 á stuttum tíma, þar til dæmis víkur Trump aldrei að Bretlandi nema til að tala golf eða drottninguna. og þetta er svolítið, þetta er satt að segja svolítið, en ég meina að þeir skuli halda að Trump ætli að láta þá fá einhvern sérstaklega góðan viðskiptasamning. Aftur ætla ég að tala illa breska fjölmiðla sem er merkilegt því að ég að skaplega hrifinn af þeim almennt. En það dálítið skrítið að ég hef horfið á eiginlega bara nánast daglega á BBC, að minnst kosti BBC World, og þeir alltaf tala um viðskiptasamning, Bretar getur gert viðskiptasamning við hinn eða þennan eða verið áfram með viðskiptasamning en Evrópusamning. Tvíhliða samning, já. Sko, það kemur aldrei einn analýs á því, býtu fyrir ekki, hvað er það sem hindrar Breta að hafa viðskipti við Bandaríkin í dag? Og hinn spurningin, hvað munu Bretar hvað fá þeir út úr því hvað hindrar þá núna í að hafa viðskipti innan Evrópusambandsins að hafa viðskipti við til dæmis segjum Ástralíu eða Nýja-Sjáland og hvað ætlar að fara að leyfa ætlar að hafa svona mikið viðskipti við Afríku og svo framvegis. Það er ekkert sem hindrar það. Málið er það að Bretland er ekki stórveldi. Þetta ég þarf ekki að segja þessu ykkur þetta, en Bretar átt að virðast ekki átt að segja því margir hverjir. Og vígstaða þeirra sem 70 milljón manna lands eitthvað svoleiðis við Kína er ekki jafn góð og að vera innan 500 miljóna manna blokkar. Það bara þannig. Þórir, sérðu fyrir lyktir þessa mál, sko, það margir sem ræða í þá veru að þetta muni vera svona upphæfð endalokum breska heimsveldisins innan mjög stóra gæsalappa vegna þess að Bretland er ekki það land sem það var í á nýlendu tímanum. Þvert á móti það kannski orðið tiltölulega lítið innan Evrópu ef út í það farið, en vissulega sterkur markað bæði fyrir okkur og aðra. Sérðu heimsveldið innan gæsalappa leysast upp? Sérðu Skota fara sína leið, Norður-Íra jafnvel líka, þó að það sé náttúrulega miklu minni líkur, en sérðu eitthvað í þá veru gerast? Walesverðir þetta mjög breskir hugsunarháttar? Jú. Þetta auðvitað eitthvað sem getur gerst ef að allt fer á versta veg. Þá fara Skotar örugglega að hugsa sitt. Með Norður-Írland, það varðar bara þessa 2 hópa sem að búa á Norður-Írlandi. Ég held að þó að sko umræðan snúist mjög mikið Norður-Írland út af þessum samningum, þá held ég að það sé annað sem skiptir meira máli og það er sambandið við Bretland burtsíð frá Evrópu og vöruskiptum og öllu því sko. En mér finnst menn vera að tala um það að það séu sko að aukast líkurnar á að þetta gangi einhvern veginn tilbaka. Það gangi ekki að fara burt þegar að forsendurnar sem voru fyrir hendi þegar að menn greiddu atkvæði eru ekki til staðar. Þegar að allt stefnir á versta veg. Þannig að ferlið hafi leitt það sanna í ljós? Það er hugsanlegt. Það er hægt að gera það með ýmsu móti. Núna með þessum nýja hætti að þeir einfaldlega dragi þetta tilbaka og þá hafa þeir tíma til þess að kannski láta fara fram aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
og síðan þá hugsanlega ef hún fer á sama veg að hef ég þetta allt saman aftur. En að það geti varla verið að þessi samningur sem búið að gera, að hann verði nokkuð tímann samþyktur á breska þingi. Það rosalega ólíkt orðið. Gott og vel, við skulum gera þetta stutt hlé og halda áfram að tala óróann í Evrópu. Belgíska stjórnin var að springa í loft upp, sakir innflytjendamála. Við förum líka til Frakklands, þar sem gullstakkar virðast ráða meiru heldur en Emmanuel Macron, og svo ætlum við að koma við á Klausturbarnum og fá okkur eitt vatnsglas. Eftir smá stund. Sjúklega súr saga. Allt öðruvísi Íslandssaga eftir Sif Sigmarsdóttur með frábærum myndum eftir Halldór Baldursson. Hárbeitt og sprengklægileg fyrir börn á öllum aldri. Mál og menning. Tempur. Dýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú svífa í svefni. Tempur. Því að sofa eitt, að hvílast annað. Betra bak leggur grunn að góðum degi. 9 líf ævintýramannsins Gísla Steingrímssonar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Stórskemmtileg ævisaga Eyjapeyja. Veröld. Hvar hentar þér að starfa í dag? Regis.is. Gefðu eftirminnilega kvöldstund. Gefðu ævintýri. Gefðu lífsreynslu. Gefðu eitthvað sem hreyfir við. Gefðu gjafakort Borgarleikhússins. Gjöf sem lifnar við. Borgarleikhúsið. Allar upplýsingar afgreiðslutíma, örugga skiladaga og almenna þjónustu í aðdraganda jóla má nálgast á póstur.is/jól. Pósturinn. Jólatónleikar Pálma Gunnars í Austurbæ. Forssalamiða í fullum gangi inn á tix.is/Pálmi. Sendu ljósmyndir beint í Wi-Fi myndaramanna frá Svíks með einföldu appi. Computer.is skipholti 57. Hafkalk vottuð íslensk náttúruafurð sem hjálpað hefur þúsundum Íslendinga að ná betri lýðheilsu. Hafkalk styrkir brjósk og bein. Eins og skot, handbók skotveiðimannsins. Allt sem vita þarf hleðslu og meðferð skotfæra. Glæsilegur náttfatnaður og undirföt í jólapakkan. Ynja undirfötaverslun Glæsibæ. Þú finnur jólagjöfina hennar hjá Hrafnhildi. Glæsilegt úrval af vönduðum sparikápum og hlýjum dúnúlpum hjá Hrafnhildi. Frí heimkersla af öllum matarpökkum hjá 1-2 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Vönduð ljós fyrir heimilið. Rafkaup Ármúla, rafkaup.is. Heslinnetur með Irish Coffee. Bragðgóð freisting sem þú verður að prófa. Háberg. Nýja heimilið þitt hjá Heimavöllum. Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Njótið aðventunar. Starfsfólk okkar vinnur til klukkan 18 á virkum dögum. Vefurinn stendur vaktina eftir það. Paff. Gott og vel þegar að horfa á ritstjórana á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Þóri Guðmundsson, fréttastjóri Stöðvar 2 hjá mér og Árni Snævar sömuleiðis. Gamall fréttamaður af Stöð 2, ekki lagi að segja gamall. Við tölum það eftir sem þú hefði meira þess að geta verið sagt að gömul vakt að D.V. Já, gömul vakt að D.V. Stjórnar árum Brest. Jú, ég man eftir fyrirsögnin þegar Brestið dó. Já, ég hitti hann. Ég held að það hafi verið 1982, ekki rétt? Árni, það órói í kringu þig, einhverju hluta vegna. Í Belgíu, stjórnin sprungin, flæmski þjóðarflokkurinn farinn vegna innflytjendamála og svo líka mikið læti í Frakklandi, sumpart vegna bara bára kjara, stór hluta almennings. Byrjum á Belgíu. Þetta í takti við það sem að gerast í Evrópu vorra daga? Við sjáum hvernig þetta að gerast í Póllandi, Ungverjalandi, við getum nefnt Norðurlöndin líka, Noreg og sérstaklega Svíþjóð, Holland, augljóslega, Frakkland á löngu árabili
og svo getum við áframhaldið með lönd sem svona þjóðernispopulismin hefur vaxið og dagnað ríkulega á síðustu árum og Þýskaland er náttúrulega líka sláandi dæmi. Þar neyðast gömlu stóru flokkarnir að vinna saman vegna uppgangs þjóðernispopulismans. Var einfaldlega það sama að gerast í Belgíu? Já, ég myndi segja það. Það að segja tilliðástæðan fyrir því að þessi flokkur fór úr stjórninni þessi samningur Sameinuðu þjóðanna málefni farandi fólks, en það dettur eiginlega engum í huga að halda því fram að það sé málið. Það að segja, í fyrsta lagi þá hafði þessi flokkur samþykkt þennan samning. Samningurinn var samþykktur í júlí, hann eins og núna svona lógataksráðstefna í Marrakesh, sem í dag og í gær. Og svo verður hann formlega samþykktur á allsherjarþinginu í september. Þannig að þetta augljóslega tilliðástæða vegna þess að í þessum samningi þá einfaldlega, það að segja til dæmis lönd eins og Ungverjaland og Pólland og fleiri sem voru búin að samþykkja hann, eða mörg af þessum ríkjum, ekki alveg öll, Bandaríkin stóð alltaf fyrir utan, að þau voru búin að gera ákveðnar kröfur og það var eiginlega búið að ganga, það verður að gera svona samning, hann alltaf gerður í heyrnarhljóði og í einróma og hann verður að vera einróma. Þannig að þessi ríki voru búin að samþykkja. Það eins og ég segi nokkur ríki sem hafa hoppað út úr síðan og einstakar ríki voru ekki með frá upphæð. En þetta allt saman, það bara einfaldlega verið að búa til þarna einhvers konar útlendingagrílu og reyna að græða því í pólitískt. Og það kosningar í Belgíu núna í maí. Það sem gerist það að þessi flæmski þjóðernisflokkur, þjóðarflokkur skulum kalla hann þetta hægri flokkur út af fyrir sig og hann vissulega þjóðernissinnaður, en hann ekki, það einn fyrir svona hægra megin við hann. Flams Belang sem á beinlínis rætur til að rekja til flæmska þjóðernissinna sem að störfuðu með nasistum á stríðsárinu þegar Belgía var hernumin. Nú hafa þeir verið með mikinn andróður gegn þessum samningi og hafa fengið, og þessa helgi þá var í Brussel Steve Bannon, þekktur fyrrverandi eða núverandi að segja hvort þetta reynstundum svona hugmyndafræðingur Trump, Guðmund góður, þessu og nógu flókið þetta samt. En allavega að þessi ideológ Trump, hann þarna í Belgíu og það Marine Le Pen og svo framvegis og þessi náungar, þeir fara bara á taug, það ekkert annað. Og þeir það verið að hanna atburðarás. Það verið að hanna atburðarás og þeir eru tilbúni með auglýsingar á Twitter sem það sem bara einhver slagorð sem eru svona frá því að vera rassískar. En Þórir, þú hókina reynslu í þessum efnum bæði sem erlendur fréttamaður og starfsmaður Rauða krossins víða lönd og Rauði krossinn stendur náttúrulega fyrir mannúð fyrst og fremst heim allan ásamt Rauða hálfmánunum. Hvað að gerast í hinni einföldu mynd sem klárlega ekki einföld? Við sjáum til dæmis þetta ólánstal í Ungverjalandi, þar sem mannréttindasamtök og hjálparsamtök eru bara einfaldlega rekin úr landi á okkar tímum, á okkar upplýsta tíma og stjórn sem aðhyllist svona innflytjenda fjandskap nýtur gífurlegra vinsælda. Þetta kannski mest sláandi í Ungverjalandi en þetta breiðir úr sér. Við sjáum nokkur dæmi á Íslandi poppa upp en kannski ekki sterkum mæli og víða í Evrópu. En hvað að gerast? Þetta einhver uppgjöf á hefðbundnum stjórnmálum? Þetta náttúrulega mikið að gerast í þessum löndum sem áður tilheyrðu Austur-Evrópu. Þetta Ungverjaland, þetta líka Pólland og svo sjáum við núna að þetta að gerast það sama í Bandaríkjum Trumps. Þetta eru þessi lönd sem að skrifa ekki undir þennan samning og ég veit að mörgum sem að vinna í svona mannúðar- og mannréttindageirum að þeim þykir þetta mjög miður vegna þess að þetta langþráður samningur sem að í rauninni bara að viðurkenna það að það 238 milljónir manna sem eru svokallaðir farendur að ferðast milli landa og þetta ekki bara flóttamenn. Hluti flóttamenn en þetta líka bara fólk sem að fer í atvinnuleit milli landa. En hvíti miðaldra maðurinn bara einfaldlega hræddur? Hann orðinn hræddur? Það einhver skýring? Já, það ágætis skýring. Sérstaklega þegar maður fer til Bandaríkjanna þá það þannig að Trump mjög að reyna að höfða til þessa hvítu miðaldra karlmanna. Og það virkar? Það virkaði nógu vel. Hann fékk náttúrulega ekki meirihluta en hann fékk nógu marga kjörmenn til
til þess að komast að. En síðan í Ungverjalandi, ég bjóð þar í 2 ár. Ég var reyndar líka í Belgíu í 2 ár, sko. Og mér þykir ofsalega sárt, ég skal bara viðurkenna það. Ég var þarna þegar þessir menn komust til valda. Viktor Orbán í Fidesz-flokknum, þetta voru svona ungliðar, ungir, flottir menn. Með ferskar hugmyndir þá. Með ferskar hugmyndir, eftir 89, þegar múrinn fellur. Og þeir eru orðnir einhvert argasta íhald og eru bara mjög forhertir í mörgum, einmitt eins og þú segir, sko, þó að þegar verið að tala að Evrópuríki eigi að deila með sér þeim vanda innan gæsalappa sem flóttamenn séu. Og ég man ekki hver tala var fyrir Ungverjaland, hvort það var 2000 manns, það nánast ekkert, skiptir engu máli, það bara nei. Ekki til í að taka þátt í þessari evrópsku hugmynd að menn deili bæði byrðunum og náttúrulega hagnaðinu af því að vinna saman. Þess vegna er mjög áhugavert ef við tengjum aftur til Bretlands að þetta eru svolítið ríkin sem eru þarna á jaðrinum. Bretar eru það þó þeir séu stórir og Ungverjar og Pólverjar, þeir eru svolítið að teikna sig þangað líka. Vegna þess að það vildi allir fá það, voru allir til í að fá það bara hjarta Evrópu strax. Og það er líka mjög sterk tenging á milli breska íhaldsflokksins og pólsku íhaldsaflana. Þau hafa teiknað sig saman á Evrópuþinginu langt árabil, þannig að það er líka tenging. En Árni, til Frakklands, hvað er að gerast? Gulstakkar vaða uppi, svona óðbóðsleg mikil gremja meðal stórs hluta almennings hvað kjörin varðar? Þið munið það var eins og tala gjá á milli þings og þjóðar. Það gjá á milli forseta og þjóðar í Frakklandi. Það er bara svo. Ég held að það sé fyrst og fremst það. Það skrýtna við þetta það. Í fyrsta lagi vildi Macron hafa þetta svona. Hann vildi ekki vera eins og François Hollande að sitja aftur á mótorhjól skellinaðru með hjálm á leiðinni til kæristunar og með póka með krossantum í. Þetta fannst bara umurlegt. En ekki blóm og kampavín og vera okkur í fínu bíl. Og fyrsta látan er bara nappa sig. Þeir var alveg svona framhjálpið. Það er önnur saga. En það er mikið gjá þarna. Macron hann taldi að Frakkar vildu hafa svona konunglegan forseta sem að væri svona fyrir ofan og svolítið svo mittir hann var og kæmi svona einstaka sinnum og flytti ávörp og leiði kannski blaðamenn að spyrja 1 og 2 spurninga. Misskildar svona hrapallega tíðarandan? Sko, vandamálið þetta að ef þú spyrir Frakka í skoðanakönnun, þá myndu þau segja, já, við viljum hafa þetta sem svo mittir hann. En hvað verður, hver er niðurstaðan af því? Og hún er svo, til dæmis, að það er svo erfitt að koma með eitthvað eitt atriði þar sem hann gerir mistök. Vegna þess að það eru nokkur, en það voru mjög sláandi til dæmis þegar hann einhverjum útimarkaði, með hann ekki sem hvað það væri, heimsókn í háskóla eða hvað það var, þar sem hann einhver kallar til að hei, Manu, uppnefnið, hann er Emmanuel, ára Manu, og hann snýr sér við og segir, þú segir ekki Manu, þú segir herra forseti. Þetta er rosalega, þetta er östutt orðaskipti, en þau frungin ekki. Það er eins og bara þetta hafi skipt verulegu máli. Það er þetta nokkur frekar svipuð sem hann Svona laga geta safnast upp. Svona safnast upp, það var alltaf verið að hnykkja á því. Hann var náttúrulega svona sentristi og hún tekst að sundra algjörlega bæði sósíalistum og gólistónum og ná til sín öflugum mönnum með báðum flokkum. Og það sem hann gerir er það að hann býr til þetta eitthvað sem heitir rassemblement, ekki svona hvað, nema sem bara flokkur sem er án mars fyrir heitir hann, áfram, eitthvað svo leiðis. En allavega að þá er það auðvitað svo það er svo laus böndin, vegna þess að það er bara hann. Þetta er raunverulega bara flokkur hann. En það er svo laus bönd og hann hefur ekki, við getum talað endalaust illa stjórnmálaflokk og það er tísku, en stjórnmálaflokkur er samt sem aður ákveðið svona net sem næð þó yfir allt land, hvort sem það eru Íslandi eða Frakklandi, en hann virðist hafa vantað þetta jarðsamband sem slíkur flokkur er. Góð greining. Örstuð og lokum skjótumst á Klausturbarinn, það eru fordæmalaus tíðindi í íslenskri pólitík. Hagsmunaaðilar eru tönn úr bæ, neita að koma fyrir þingnefndir, fólk úr Föllunarfræði Háskóla Íslands vill ekki koma og hitta Önnu Kolbrúnu Árnadóttur sem aðsögn talaði illa Freyju Haraldsdóttur og eftirmála því rækileg. En Þórir, þetta mál er náttúrulega mjög erfitt fyrir þingið sem hóp af samstarfsfólki.
En mun þetta fjara út eða komið strik í sandinn? Sko, væntanlega fjarar þetta út fyrir þetta fólk sem vinnur á þingi einhvern tíma. Það sem að ég veit ekki hvort menn munum vera fljótur að gleyma að það í rauninni ekki fúkyrðin og það heldur að þarna kom fram alveg ótrúleg lýsing á því sem að fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi forsætisráðherra litu á sem kaups sendiherraembætti. Og var bara eitthvað sem var frá gengið. Það sem víst að maður les þetta. Það gat ekki verið grafískara. Þetta í rauninni ótrúleg lesning. Bæði fyrrverandi utanríkisráðherra Gunnar Bragi, hann að lýsa þessu, en sömuleiðis fyrrverandi forsætisráðherra. Og það verður mjög gaman að sjá að því að Óli Björn Kárason, formaður viðkomandi nefndar, hann vill hafa þetta fyrir opnum tjöldum og það verður mjög gaman að fylgjast með þegar að Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð koma fyrir nefndina fyrir opnum tjöldum og leiða saman hesta sína ásamt Gunnari Braga og fleirum. Og ber að taka fram að allir hafa dregið þetta tilbaka. Akkurat, allir. En þetta var sagt þegar menn vissu ekki að það væri verið að hlusta. Það eru margir skandalarnir út í Evrópu, Árni Snævarsen reka hver annan mánuðin saman sem tengjast sjálfsuppvakningu og klámkjafti. En hvernig horfir þetta við þér, svona gestsauganu? Er þetta ekki bara svo best gerist í nágrannalöndum? Jú, ég var eitthvað... Það var allavega maður getið hlegja þessu samt. Nei, ok, maður getið alveg samt þetta. En já, menn alveg steinhissa, sko, ég var eitthvað að ræða þetta við félag úr blaðamannaskóla sem ég var í París fyrir mjög lengur síðan. Og var svona, hvað kallar maður, reunion heitir á vondumáli og hittist þarna aftur eftir marga áratugi og þetta fólk allstaðar á heiminum og ég var eitthvað síðan í kjölfarið að deila þessum upplýsingum og það tóku þessu allir svona sem þetta var svona áframhald af spjallinu á barnum, sko. Að ég væri svona, þess að maður segir einhverja sögu og þetta kannski svona... Það trúði þess ekki? Nei. Og að þetta allt blaðamenn, svo bráðum alveg rosalega, sko, þegar þetta var komið í New York Times og allir býtum þetta sem... Og málið orðið helmingi verra, ég var að segja frá upphafi. Þannig að, en það eins og segir, það auðvitað ekki hlægjandi að þessu. Ég held hins vegar, ég hef alveg fulla trú á meðvirkni íslensku þjóðarinnar og bara við erum svo fljóta að fyrirgefa allt mögulegt. Það auðvitað jákvætt að við reynum svona frekar held ég almennt séð Íslendingar að sjá hvað góða í farin ángans og menn yðrist og svona. Þetta voðalega ríkt í okkur. Ég meina, jafnvel bara daginn eftir þá sá ég meira að segja málsmetandi konur sitja á neti, ég hefur ekki bara faðmast á aðvendunni. Ekki alltaf, ég var til í gott faðmlag, ég meira að segja við ykkur, allt í lagi, en og ekki síst við þess ágætu konu sem þarna var og það voru vinkonur og voru marga hverjar að segja, ég hefur ekki bara, nú veit ég vel, sko, það allt á sinn stað og sinn tíma. Ég held kannski að það sé það sem við erum að tala en því miður, það voðalega mikil meðvirkni og ég ætla líka að benda á eitt, að það í þessum, sko, einfaldlega í þessu samstöpu stjórnarkerfi sem á Íslandi og hefur verið, alltaf verið, að þá þurfa menn alltaf hugsa býtum við, ég kannski þarf á þessum að halda næst. Panama-skjölin voru ekki rædd í kosningabaráttunni og ég, eftir það, þá trúi ég öll. Ég verð bara að koma því að þessi kona, Bára Halldórsdóttir, sem satt þarna í tæpa 4 klukkutíma og hún kom til okkur... Kona fötluð og samkynhneigð. Kona fötluð og hinsegin kona og var þess heiðursna aðnjótandi að tala aðeins við hann. Hún kom til okkar í Vílinu daginn og þetta svo flott kona. Hún alveg ótrúleg og kona ársins. Bara klárlega maður ársins. En 4 tíma stanslaust baktal án aðrun, þetta ekki bara heimsmetar på Guinness? Við komumst ekki lengra. Árni Snævar Þóri Guðmundsson, gestur minn á þessu sinni, gömul vaktarstöð 2 eins og ég gat áðan. En við skiptum meira yfir aðra sálma, fáum Auði Ölfu Ólafsdóttur hjá Verðlagseftirliti ASÍ á næstunni og svo líka ætlum við að gapa inn í svartholið með stjörnusérfræðingi eftir andartak. Ég var alveg til að eiga svona pott bara þegar hún eldri. 4 manna pottu með öllu. Saltkerfi. Virka vel. Jólatónleikar Pálma Gunnars í Austurbæ. Forsala-miða í fullum gangi inn á tix.is/Pálmi. Lúxusgisting í fallegu friðsælu umhverfi. Láttu drauminn rætast með gjafabréfi á Hótel Grímsborgir. Gleðileg jól.
Í Kokku finnurðu fallegar og nytsamlegar gjafir fyrir fagurkeran, sælkeran og byrjandan. Kokka Laugarvegi, kokka.is. Fössi, gjöf allra tíma og tækifæra. Gefðu einstaka upplifun jólin, krauma.is og tix.is. Hágæða vassheldir vinnuhanskar fyrir íslenskan vetur. Fossberg. Þetta sá árstími sem við notum hvað mest rafmagn, enda dimman næstum yfirþyrmandi á þessum árstíma og það kannski ekki margir sem að spá í það hvað eyða miklum fjármunum í rafmagn. En það talsverður penningur þótt við eigum að heita búandi í landi sem gefur okkur ómælt rafmagn í krafti virkjana okkar. Auður Alfa Ólafsdóttir, verkefnisstjóri hjá Verðlagseftirliti Alþýðusambands Íslands, er nýbúin að gera könnun á rafmagnskostnað Íslendinga og það kemur í ljós að hann æði misjafn milli fyrirtækja. Þetta jú samkeppnisrekstur þegar það kemur að orkusölunni sjálfri. Já. Hvað kemur mest á óvart í þessari nýju könnun Alþýðusambandsins? Eins og segir, þá það náttúrulega tvískipt. Við erum þannig með fyrirtæki þar sem samkeppni á markaði og sem fólk getur valið hvar það er. Og svo það flutningurinn og dreifingin sem fólk hefur ekki valið. Og við erum að sjá þannig bara töluverðar verðhækkanir á síðustu 2 árum, alveg upp í 13,4% í orkusölunni, það sem fólk hefur valum. Og svo upp í 19,4% verðhækkun á 2 árum í sambandi við dreifinguna og því. Þannig, og það sem kemur náttúrulega, eða það kemur ekki óvart en það sem við sjáum út úr þessu það að landsbyggðin að greiða miklu meira fyrir rafmagn en þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Og við erum að tala að þannig bara helmingsmunur. Helmingsmunur? Já, 95% munur, þannig að heimili bara á Vestfjörðum að greiða 80.000 krónur á meðan heimili í bænum að greiða 40.000 krónur. Þannig að þetta bara óbæðslu verðmunur og kemur náttúrulega bara illa niður á aflaust heimili og fyrirtæki, Þið gerðu sambærilega könnun eins og gastum fyrir 2 árum, þá hafði rafmagn hækkað töluvert líka. Já, við erum bara að sjá þessi verðhækkanir aftur og aftur. Þannig að þetta þú veist, töluvert langt umfram verðlag, þannig að maður veldi fyrir sér hvað býr þannig að baki. Hafið þið ekki fengið neinn svör við því? Hvað veldur? Nei, í raun og veru ekki. Við hefum ekki heyrt neitt frá þessum aðalum, Og þetta, Auður Alfa, hefur farið mjög lágt. Fólk held ég, og að miskusti hef ég á tilfinninguna að svona almenningur sé ekkert endilega mikið að spá í þetta. Hann kannski að spá í samkeppni á öðrum sviðum. Hann skiptir banka reglulega kannski, hann skiptir tryggingafélög, jafnvel árlega til þess að lækka hjá sér tryggingagjöldin og sumir skipta á milli símafyrirtækja reglulega. En ég held að fólk sé ekki að hugsa mikið þennan samkeppnisrekstur. Nei, einmitt. Það eru ekki mörg ár síðan þessu var breytt þannig að nú getur fólk valið allavega hluta til hjá hvaða fyrirtæki það kaupir raforku frá. Þannig að við hvetjum náttúrulega bara fólk til þess að kanna þetta og skoða hvaða aðilar eru að bjóða upp á lægstu verðin. Og af því að við náttúrulega höfum áhrif á markaðinn með því við erum verið kjósum með buddunni. Þannig að ég meina ef við förum ekkert og við skiptum ekki fyrirtæki og kaupum bara alltaf raforku hjá þeim aðila sem með hæsta verðið, þá hann bara í góðum gír og ekkert að breyta því, Þannig að til þess að ýta undir samkeppni þá verðum við náttúrulega að vera virkir neytendur. En hefur þú tilfinninguna að fólk viti ekki af því að það getur skipt á milli fyrirtækja? Já, ég held að það sé svolítið máli í þessu tilfelli, að fólk gerir sér ekki grein fyrir því. En svo erum við samt að sjá, þó að ég sé nú að hvetja fólk til að skoða þetta og jafnvel skipta fyrirtæki ef það að borga allt of mikið, að þá erum við að sjá það að það ekki allt of mikill munur á milli þessara fyrirtækja. Þannig að þú veist, það virðist vera kannski örlítill skortur á samkeppni. En þó einhver munur? Já, algjörlega, og það getur auðvitað munað töluverðið, En þú segir að það skorti samkeppni, þetta að þið virðist svona frekar rólegur markaður? Já, það virðist vera að verðmunin ekki það mikill, að það svona bendir til þess að sé pínu skortur á samkeppni. En ég meina, svo spyrir maður sig samt, ég meina, að kannski ástæðan, ég meina, þetta eru 7 fyrirtæki sem eru þannig á markaði,
að hérna kannski væri verðið bara enn hærra ef það væri ekki fyrir þessi mörgu fyrirtæki. Þannig að hérna svolítið erfitt að meta þetta. En við vorum að sjá það að það sem sagt hérna Orka heimilanna sem nýtt fyrirtæki komin á markað núna á þessu ári. Þeir eru með lægsta verðið. Og svo það ON Orka náttúrunnar, þeir voru með mestu hækkanirnar á þessu ári og það voru 13,, á síðustu 2 árum og það voru 13,4% í hækkanum, sko. En sko í öllu falli getur svona grætt einhverja þúsundkalla á ári með því að skipta milli þessar orkufyrirtækja? Og getur fólk til þess að hérna kíkja á þetta. Þannig Orka náttúrunnar hækkar mest en Orka heimilina ódýrust. Og stóru tíðindin í þessu náttúrulega annars vegar þessar miklu verðhækkanir sem eru 13% á 2 árum og síðan þessi hrópandi munur á milli landsbyggðar og Reykjavíkursvæðisins. Já, og það sem kemur ofan á það náttúrulega það skattur af þessu, 24% virðisaukaskattur og þannig að skatturinn leggst líka þyngra á landsbyggðana sem eru að borga hærri gjöld, sko. Þannig, og það hefur náttúrulega bara verið mikið í umræðinni hérna svona ákveðin landsbyggðarstefna og hérna að þú veist að það sé erfiðar að búa út á landi og þannig þetta mjög slæmt, sko. Og þetta auðvitað eitthvað sem mætti alveg skoða í ljósi þeirrar umræðu. En Auður Álfa, ég ætla nú ekki að sleppa alveg strax vegna þess að á þessum árstíma erum við líka að kaupa hvað mest af leikföngum til gjafa handa blessuðum börnunum okkar og það kemur í ljós í glænýrri verðkönnun Verðlagseftirlits Alþýðusambands Íslands að þar líka sláandi munur, miklu meiri munur heldur nokkuð tímann á rafmagninu hvað leikföngin varðar. Algjörlega. Við sem sagt hérna fórum í að gera þessa könnun núna í síðustu viku. Við höfum ekki verið að framkvæma svona kannanir áður. En ákveðum að gera þessa könnun af því ég meina hjá mörgum þetta bara vegur þungt í jólagjafainnkaupunum, leikföng og spil og svona handa börnunum. Láttu mig þekki, ég 6 barna faðir. Nákvæmlega. Þannig að við ákveðum að skoða þetta og það kemur í ljós að við skoðum þetta spil og leikföng og mesti munurinn á leikföngunum var 95% verðmunur. 95%? 95% á svona stórum legokassa og það var 9.500 kr. verðmunur. Sæll. Á einum og sama legokassanum á milli búða og það sem vorum að sjá þarna var að netverslunin Hengkaup var oftast með hæsta verðið á leikföngum og hérna, Toys R Us var með lægsta verðið og svo í spilunum var líka heilmikill verðmunur, það var 75% verðmunur, það var mesti verðmunurinn á spilum og við erum að tala bara ansi marga þúsundkalla sem þannig að ber á milli, sko. Og hver var hæstur þar og lægstur? Toys R Us var með hæsta verðið á spilum og Nexus held ég að veri að koma frekar vel út úr þessu en þeir voru ekki með mikið úrval en þær vöru sem þeir voru með þær komið mjög vel út. En þetta gríðarlegu verðmunur, þetta miklu meiri verðmunur heldur maður átti von á. Algjörlega og hérna það sem maður heldur kannski að fólk náttúrulega í stressi kannski að versla jólagjafanar. Og svo þetta hlutir sem fólk ekki að versla oft. Þú veist, ég meina við verslum mat á hverjum degi og vitum alveg svona sirka hvað nýmjólk kostar. En við gerum okkur kannski ekki alveg grein fyrir hvað eðlilegt verð á svona legokassa. Þannig að verðtilfinning okkar ekki eins góð þarna og maður spyr sig bara hvort þetta sé eitthvað sem að fyrirtækin að nýta sér. En það tiltölulega auðvelt fyrir fólk að fara og gera verðsamanburð. Margar af þessum verslunum bjóða upp á, eru með netverslanir eða eru allavega með verðin á netinu. Þannig að það að gera að fara að skoða þetta áður en haldið af stað í jólagjafainnkaupi. Skoða heima á kvöldin áður en maður fer af stað helgina til dæmis. En getur maður farið inn á síður Alþýðusambands Íslands til að skoða þessar verðkannanir? Það auðveldar aðgangs? Já, við erum með allar verðkannanir okkar og alveg nokkur ára aftur í tíman á vefsíðu Alþýðusambandsins og svo verðlagseftir líka með sérstaka Facebook-síðu og þar koma allar kannanir fram og hvetjum fólk til þess að kíkja þar inn á. Og hver slóðin þá? Bara Verðlagseftirlit? Verðlagseftirlit ASI, www.facebook.com. Og þar getur maður skoðað allar þessar tölur sem skipta máli þegar desember annars vegar. Algjörlega. Og svo hvetjum við líka fólk til þess að senda okkur ábendingar að það að sjá eitthvað rosalega verðmun. Þú veist, ef það með samanburð, hefur keypt þessa vöru á einum stað og keypt nákvæmlega sömu vöru annar stað, að senda okkur eða með strimlaðir að sjá eitthvað fáránlega verðmun, sko. Er fólk vakandi í þessum efnum?
sumir, en ég held að Íslendingar mættu vera miklu meðvitari í þessum málum og að við erum oft mjög pirruð yfir þessu mikla verðmuninn á Íslandi og töðum hún í bringun og okkur aðeins að láta aðra vita. Já, og hvertum yfir skorti á samkeppni, en svo þegar við erum að fara að versla og sjá einhverja fáralega verðlagningu, að þá bara kaupum við það samt, sko. Við þurfum náttúrulega líka að hafa áhrif með budinu okkar og neita borga eða fara eitthvað annað ef við erum að sjá svona fáralega verð, sko. Akkurat, Auður Alfa Ólafsdóttir sem er verkefnisstjóri á verðlagseftirliti Alþýðusambands Íslands. Takk fyrir komuna, við fáum þig kannski þegar næsta könnun er að baki, en þar hefur við það að það er mikill verðmunur á rafmagni hér á landi og þetta er að skipta á milli 7 orkusölu fyrirtæki til þess að ná sem hagstæðustu verði á rafmagni, en verðmunurinn á leikföngum er ennþá meiri, allt upp undir 95% og þar munar marga þúsund kallana, jafnvel 10.000 kallana. Það segir við gott að sinni. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Allt sem þú verslar með Netgyro í nóvember og desember getur þú greitt í febrúar. Jólareikningur Netgyro. Kaupþinging, bankinn sem átti sig sjálfur eftir Þórð Snæ Júlíusson. Ofmetnaður og græðgi, samtrygging og samsæri, blekkingar og svik. Sláandi lesning, Veröld. Varðveitum góðar minningar og búum til nýjar. Icelandair. Jólatónleikar Pálma Gunnars í Austurbæ. Forsálamiða er í fullum gangi inn á tix.is/Pálmi. Hvaða dekk henta þér best? Fáðu ráðleggingar fagmann okkar við val á réttum dekk. Nestek. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið, orkusetrið.is. Munið eftir Hóls fjallahangikjötinu, Fjallalamb, Kópaskeri. Gandreið á Geimöld er seinna bindi af sjálfsævisögu Ragnars Arnalds, fyrrum þingmanns og ráðherra, Tindur. Jólahappaþrennan er frábær merkimiði á jólapakkana. Gefðu gjöf á gjöf. Happaþrennan, skemmtilegt að skafa. Hvernig væri að renna suður með sjó og fá sér góðan mat og góðan bjór? Fish House, Grindavík. Hollur og góður bitafiskur, 84% prótein. Gullfiskur fæst í bónus. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrafélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Jón Gunnarsson eftir Jakob F. Ásgeirsson. Einstaklega læsileg og fróðleg ævisaga merkan brautryðjanda. Ugla. Það er með það, kæru áhorfendur, við ætlum að enda í svarthólinu. En það er Sævar Helgi Bragason sem að þjóðin þekkir öll, sem er stjörnuskoðari, hefur starfað við Vísindamiðlun Háskóla Íslands og kennt stjarnvísindi í framhaldsskólum, sem er gestur minn núna, en það er þessi bók sem er að koma út núna eftir Sævar Helga. Og þetta er 4. bókin hans vísindin, stjörnufræðina, og fyrsta var með Villa, vísindabók Villa, þeir gerðu hana saman, Geimurinn og geimferðir, svo var það stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna, geimverur, leitin að lífi í geimnum, og svo er það svartholið. En Sævar Helgi, þetta var náttúrulega bara rökrætt framhaldið það ekki af geimverunum? Svona nokkurn veginn, jú. Þetta er rosalega spennandi viðfangsefni og þetta er eitthvað sem að krakkar spyrja mig rosalega mikið út í. Þegar ég er að kenna í skólum og eða þá krakkarnir eru komið til mín að fræðast. Já. Þá er svarthol mjög vinsælt. Hvað er svarthol? Það er góð spurning. Svarthol eru hólur en samt ekki hólur. Svarthol eru staðir í framtíðinni. Svarthol eru staðir þar sem þyngdarkrafturinn er svo sterkur að ekkert sleppur burt, ekki einu sinni ljós. Þannig að það er rosalega órætt einhvern veginn hvað svarthol er. En það er til? Það er til, já. Og það er það sem er svo merkilegt við það, að við sjáum þau ekki með berum augum, af því þau ekki eitthvað þessu ljós, en geta samt sem áður verið með björtustu fyrirbærum í alheiminum, þar að segja umhverfið það.
umhverfið þeirra. Og svo getum við fundið bara svona í raun og veru áhrifin sem það hefur á umhverfið. Þau eiginlega koma upp sig sjálf þannig, svolítið svona eins og vindurinn. Við sjáum ekki vindinn en við sjáum áhrifin sem hann hefur. Og aðaláhrifin eru hver? Það eru þyngdaráhrif fyrst og fremst. Þeir til dæmis virka pínlítið eins og stækkunuglir stundum. Þeir geta byggt og sveikt ljósgeisla, þannig að það myndast svona bjagaðar myndir af því sem eru fyrir aftan. Svo eru náttúrulega stjörnur geta verið á fleygiferð í kringum þau og þegar þeir eru að gleypa efni, þá snýst efni rosalega hratt í kringum svartholinn og hitnar alveg óskaplega og þá gefur það frá sér röntgengeislun og svona geisla sem við sjáum ekki en er rosalega orkurík. Eru einhver svona teikn í himninum eða geimnum þar sem að ég sé eitthvað og get þá átta mig á, betur, hér er eitthvað svarthol að verki? Þannig sýnilegt? Sko, ekki þannig sýnilegt með berum augum, en með stórum sjónungum getum við séð svæðin þar sem þau eru og líka geimsjónungum og svona. Þannig að þau komu upp sjálf sig nokkurn veginn þannig að svona hafa áhrif á umhverfið og við finnum þau þannig og við mælum líka hversu þungu þau eru út frá því hversu lengi stjörnurnar eru að fara í kringum svartholun og svona. Þannig að í miðju vetrarbrautinnar okkar til dæmis er svarthol sem er 4 milljón sinnum þyngra heldur en sólin okkar. Bara búið að þjappa saman 4 milljón sinnum meira efni en sólin á einn stað sem er tiltölulega lítill og við höfum verið að fylgjast með núna áratuga skeið stjörnum snúast í kringum það. Já, en þetta sko, það hefur ekkert annað fyrirbæri meiri þyngdarkraft, svo vita sé. Nei, einmitt. Og sko, hver er til dæmis munurinn á þyngdarkraftinum á jörðinni og svartholi? Hvað þurftum við til dæmis að fara hratt til að komast frá jörðinni? Til að komast frá jörðinni þurftum við að ná svona cirka 11 km hraða á sekundu og eina leið til þess er að setjast upp í geimflaug og láta skjóta sig út í geiminn og það gerum við reglulega. Af því við sofumst alltaf á jörðina? Já, jörðin heldur, hún er bara með það mikið kraft. Já, akkurat, þannig að þú hoppar út í flugvél þá bara dettur niður, svona eins og myndi detti átt á svartholi. En í tilviki svarthols þá er massin orðinn svo mikill að þyngdarkrafturinn eða krafturinn eða hraðinn kannski öllu heldur sem þarf til þess að losna frá svartholinu orðinn meiri en ljóshraðinn. Meiri en ljóshraði? Já, og það er meiri en 300.000 km á sekundu og Einstein kenndi okkur það er ekki hægt. Það er ekki hægt? Já, náttúran streitist alltaf á móti. Þannig að ef þú dettur í svarthol þá bara kemst þú aldrei upp aftur. Nei. Og örlög þín eru frekar dapurleg ef þú dettur á roni. En þú skrifar í bókina sko, það er jafn mikla líkur að þau detta ofan í svarthol og vakna á morgunum sem kjúklingur. Já. Þetta er algjörlega fáránleg hugmynd. Já, all svarthol er svo langt í burtu frá okkur sem betur fer. Þannig að það er ekkert á leiðinni hérna í gegnum sólkerfið neitt slíkt sem er að fara að gleypa okkur. En það er mjög vondur dagur ef það myndi gerast. Mjög vondur dagur. Já. En sko ljóshraðinn, hann er ómögulegur sko nema fyrir ljósið sjálft. Já, af því að ljósið fæðist á ljóshraða og þekkir engan annar hraða. Nei, þannig það er bara hraðið þess og einskis annars. Akkurat. En svartholið étur litlar stjörnur. Getur gert það, já. Eða ekki? Það er ekki alveg tómt. Nei, ef svarthol fara ofan eða stjörnur fara nálægt svartholum, þá geta stjörnur orðið svo ofnar að detta ofan í þeim. Þetta er bara alveg sem í jörðina. Ef þú kemur of nálægt jörðinni, þá dettur þið til jarðar. En ef þú bara hæfilega langt í burtu frá henni, þá dettur aldrei til hennar. Nei. Og í tilviki svarthola þá skiptir eiginlega hver sentimetri máli. Af því að munurinn á þyngdartogi svartholsins, sem nú er fæturna að svartholi og höfuðið frá, að þá toga svartholi miklu fastar í fæturna heldur en höfuðið. Þú verður bara svo spagetti? Þú verður bara svo spagetti, myndi strekkjast og svo myndi tíminn hægja á sér og stoppa jafnvel nánast. Já, þetta með tímann. Já. Sko, þú ert að kynna náttúrulega Einstein hérna fyrir okkur og Isaac Newton og fleiri, Hawkins og svona. Og þú ert að kenna okkur hérna afstæðiskenninguna. Jú, reyna það. Ég er búin að brjóta heilan mjög lengi núna í dag og hérna, sko, það er tíminn hægari hjá svartholinu. Já, ef þú bara ert með hlut sem er með meiri þyngdarkraft heldur en jörðin, þá líður tíminn þar hægar heldur en jörðinni. Þannig að tíminn líður örlítið hægar á Júpíter heldur en jörðinni, örlítið hægar á sólinni heldur en Júpíter og jörðinni, því að sólin inniheldur miklu meira efni. Það fer líka eftir hversu nálægt hlutnum þú ert. Og munurinn þessum hlutum er svo lítill að maður tekur ekkert eftir því. En tíminn sem sagt, hann er strekkinlegur og hann þarf að vera strekkinlegur til þess að ljóshraðinn getur verið fasti, getur alltaf verið svo sami, alveg sama hver þú ert í alheiminum. Þetta fann Einstein út í takmörku afstæðiskenningunni sinni og svo líka almennu afstæðiskenningunni og það fjallar svona lauslega báðar í bókinni. Að reyna að útskýra það fyrir vonandi kannski svona 8, 9, 10 og pluss. Já, líka bara fyrir, þú veist, konum yfir fertugt eins og mér. Já, ekki spurning. Sem hefur ekkert legið í stjarnfræðinni, sko, eða eldfræðinni. Algjörlega, ég held að þetta sé fyrir alla, af því að þetta er bara rosalega áhugaverð viðfangsefni og eitthvað sem mjög margir pæli í, en kannski þú ekki alltaf að spyrja spurningarna. Já, akkurat. Og svo er þetta bara, þetta snýst þyngdarkraftin sem heldur okkur jörðinni, þetta snýst tímann sem allir finna fyrir að líður í eina átt og vildum stundum óskaplega geta strekkt á hann, þannig að líði
liðið aðeins hægar eða aðeins hraðar eftir hvað að gerast hjá okkur. Maður óskar sér náttúrulega svona líka í jólastressunni að tíminn liði aðeins einmitt hægar. Já. Þá þarf maður að koma sér sem lengst frá jörðinni. Já. Það ágætt að gera það líka alveg slagið og fá svona svolítið yfirsýn, sjá jörðina, hvað jörðin dásamlega og stórkostlega pláneta. Já, að því strangt til tekið, þá til dæmis ef ég upp á toppi á Hallgrímskirkju, eins og þú nefnir í bókinni, þá líður tíminn hægar þar heldur en ef ég stend hérna niður á strönd. Já, hann myndi líða hægar ef þú stæðir við ströndina heldur en upp. Nú er ég á öfugt? Já, að þú ert lengra frá þyngdarkraftinum að þú ert hérna upp í turninum. Já, það var svoleiðis. Já, en svo líka ef þú ferð á braut jörðina, þá breytist tíminn líka. Af því að þú ert komin lengur frá jörðinni en þá ertu líka komin á hreyfingu. Og það er til dæmis það sem liggur til grundvallar GPS-tækninni. Þannig að allir sem eru með GPS-tæki í vasanum eða hafa einhvern tímann notað hafa hagnýtt sér hugmyndina sem Einstein kenndi okkur og liggja til grundvallar svartholum. Þannig að það er svona hversdagsleg tenging líka við þessi mjög svo framand og furðulegu fyrirbæri. En þú getur alltaf að hugga við það. Þú verð mestum hluta þinnar ævi við sjávarmál. Þannig að þú eldist örlítið hægar heldur en manneskja sem er aðeins hærri. Gott að heyra. Það ekki? En það þýðir líka að fæturnir þínir eru yngri en höfuðið. Er það? Já, út af þessu? Af því að fæturnir þínir eru aðeins nær miðju jarðar heldur en höfuðið. Ég skal segja eitthvað það. Maður fer algjörlega nýja sjálfsmynd bara þegar maður fer að hugsa út í Ég ætla að vona það. En þú ert að kynna mitt fyrir okkur þessa kalla. Hver uppgötaði svartholin? Er það... Það var í sjálfu sér enginn eitt sem uppgötaði svartholin. Eitt fyrsta svartholi sem við fundum, bara stjörnufræðingar fundu, heitir Cygnus X1 sem er bara röntgen uppspretta 1 í stjörnumerkjunum Svaninum sem er á himninum hérna hjá okkur og það var svona upp úr 1970 sem það gerist að menn fundu fyrstu merkin svartholin en hugmyndirnar hafi verið til lengur. Og það var einn maður annar sem að gerði sér svona hugulunda að það gæti verið til einhver svona dökk stjarna, svört stjarna sem gæti gleypt ljós í staðinn fyrir að gefa frá sér og hún hefði bara nægilega mikið efni. Já. Akkurat það geraði eitthvað gagn svona að lokum? Já, það geti nú verið eitt svarthol ástæða þess að við erum hérna og það er svartholið í miðju vetrarbrautarinnar. Það hafði vantilega afgerandi áhrif á þróun vetrarbrautarinnar og þar af leiðandi tilurð sólarinnar okkar. Þannig ef það væri ekki, þá erum við sennilega ekki hér að tala saman. Þetta er þrælmerkilegt. Sævar Helgi Bragason, takk kærlega fyrir að koma hingað. Og til hamingju með nýju svartholsbókina. Takk fyrir. Og ég sé hérna klára hana hvað á hverju og svo þegar ég örugglega fari í gegnum hana aftur svo ég skilji þetta alls. Já, ég tek það skýrt fram að maður þarf stundum að nota heilan í þessu og það er bara gott. Maður þarf ekki að skilja allt saman alveg strax. Nei. En þetta er eins aðgengilegt og kannski held ég bara mjög mögulegt er. Akkurat. Það er svartholið og takk aftur fyrir komuna. Kveðjum á þessum nótum í bili hér í 21 verðum aftur hér á morgun. Takk fyrir að horfa og verið sæl.